Þeir sem hafa aldrei látið mæla í sér sjónina og eru kannski farin að sjá illa, að þeir geta látið mæla sjónina hjá svona optiker og ég kíkti í gleraugnamiðstöðina á Laugavegi og talaði þar við hann Gunnar Guðjónsson og hann í rauninni sýnir mér bara hvernig þetta er gert. Þú ætlar að sýna mér hvað nú erum við komið með hérna mann í stólinn og hvernig mælur svo sjónin í honum, hvernig tækni er þetta? Já, við skulum nú fara yfir þetta. Ég muni byrjum á því að gera okkur grein fyrir heilsufari og líka með ástandi skjólstæðings sem í stólnum. Svo við getum séð svona upp hvar hérna hlutinni geta legið og við byrjum á því að taka sem sagt sjónmælingu og byrja á því að sjá hvort að við komum til nærsýnn eða fjarsýnn og síðan að ganga út frá því. Og þá notum við þessa svoköldu sem er kallað á fagmáli, fótru hérna. Hvað kallar þetta sér? Fótru eða sjónmælingatækið, sko, þetta hér. Þetta er ekki dýrt, þetta er... Nei, þetta er sem sagt alltaf það sama og sama prinsipið sem er í svona mælingatæki, uppbyggt á sama hátt og svo getur það eftir árum þá getur þetta verið ný efni utanum eða nýr stíll og svo framvís. Já. Og nú er ég búinn að klera þetta hérna algjörlega út og nú ætlum ég bara að byrja og ég byrja á því að spurja viðkomandi aðila, skjólstæðing. Við erum hér með hérna töflu og á töflunni eru 2 litir, rautt og grænt. Og nú vil ég það að þú segir mér hvoru megin þetta svarta sem er á töflunni er skýrara, eða skýrara á rauðafliti eða græna. Já, mér finnst það skýrara á rauðaflitinum. Á rauðaflitinum. Hvað er það að segja okkur? Það er að segja okkur að viðkomandi er svona vottur af nærsýni í þessu og þá byrjum við hér. Það byrja þannig að ég reyna að gera þetta svona frekar óskiptilega með þannig að vöðvarnir slaki á. Og svo stillum við þetta hér. Og svo byrjum við bara sjónmælinguna og það sem ég veit að það var rauða sem var skýrar og það er jafnvel ennþá skýrara núna á rauðafliti eða ekki? Jú. Og þá loka ég fyrir hann að auga og svo spyr ég þig hvoru minn er þetta svarta skýrar eða skýrar á rauðafliti eða græna? Rauða. Hvoru minn er þetta svarta skýrar núna á rauðafliti eða græna? Rauða. Hvoru minn er þetta skýrar núna á rauðafliti eða græna? Rauða. Hvoru minn er þetta skýrar núna á rauðafliti eða græna? Já, bíddu nú við, nú verður þess. Kannski nokkur mjög svipað. Þetta er mjög... áþekkt. Mjög áþekkt, já. Þá fáum við töflu upp og eins og ég sagði þá förum við í næsta spjald og það er hér, næsta tafla. Þú getur séð topplínuna eða ekki? Jú. Þú mátt lesa hana fyrir mig. K-O-Z-F-T og næsta P-V-F-H-A-D sýnist mér. Já. R-Z-C-N-B. Já, þetta er svolítið óskýrt kannski. Segð mér hérna, undir hvaða kringumstæðum finnst þér að fólki að fara að koma svona og láta mæla í sér sjónina? Er eitthvað sérstaklega aldur eða eitthvað jafnvel kannski eitthvað umhverfinu sem að segja manni að maður eigi að fara að koma í sjónmælingu? Já, ef við ætlum að líta á það frá umhverfinu þá er það út af því að maður sér ekki umhverfið eða það er allan að fara að skerðast að þekkja mann hinum inn á götu og eða þá að maður kannski fær höfuðverk þegar að maður er kannski að einbeita sér nærvinnu eins og tölvuvinnu og til lestra. Það er oft á tíðum mest aldurstengt að maður verður sem sagt fjarsýnn með árunum sko. Augað hættir að hafni augast til þess að fókusera á hluti sem nálægt eru, skerðist. Og þá kemur það bara hérna í svona tæki og hvað tekur langan tíma að fara í gegnum þetta ferli? Nú, þetta ferli sko er svona frá 20 mínútum og svona rúmur hálftími. Þetta er svona eftir hvað styrkleiki getur verið eða hvað er að.
Þú sagðir, þú ert komið, þú segir þetta einhverja hálftíma kannski í þetta, en þú ert með eitthvað annað tæki þetta sem er svona, hvað, eitthvað svona stafrænt eða? Já, þetta er stafrænt tæki og hérna sem er svona 12 sjónmælingatæki sem hægt að skjóta sem sagt inn í augun á fólki og sjá geislana hvaðan þegar það kemur tilbaka og það getur reiknað út sem sagt styrkleikan hjá fólki, svona hvar þetta liggur. Já, og er þetta nokkuð nákvæmt? Þetta er mjög nákvæmt tæki. Það er þess vegna sem að við sem erum að sjónmála viljum ekki hafa þetta. Við viljum að mannshöndin komi að verkinu. Já, svo sem labbar með gleraugun, hann ráður þessu bara. Já. En þetta tæki, hvað tekur langan tíma að fara í gegnum svona? Já, þegar þú bendast þetta tæki, þetta er yfir bara 2, 3, 4 mínútur sko. Já, það er ekki meira? Nei, það er ekki meira. En þetta er ekki það sem við teljum að vera nægilega faglegt sko. Þess vegna þurfum við að fá aðra spurningar fram í sjónmælingaferlinu. Getur þetta verið kannski sniðugt þá fyrir fólk sem á kannski erfitt með að tjá sig? Já, oft á tíðum, það er alveg hárrétt. Þetta getur þjónað þeim tilgangi að fólk sem einhver hluta vegna á erfitt með að tjá sig og hérna á erfitt líka með að svona sitja kyrrt sem sagt og þá getur svona tæki þjónað góðum tilgangi.